Ég heiti Ástrós Brynjarsdóttir. Hvað segirðu gott í dag? Ég segi alltaf fína. Þú varst valinn teiknimyndakona Keflavíkur, íþróttakona Keflavíkur, teiknimyndakona ársins og íþróttamaður Reykjanesbæjar, skilst mér. Hvernig líður með það? Bara mjög vel. Hvað gerðirðu til að vinna fyrir þessum árangri? Ég mætti á æfingar, reyndi eins vel á mig og ég gat. Hvað æfirðu mikið, svona viku? Svona 5 til 6 sinnum. Hvað ertu búin að æfa teiknimyndu lengi? Í 8 ár. Þú ert bara búin að æfa hjá einu félagi, skilst mér. Geturðu sagt eitthvað frá þessu félagi? Já, við æfum á Iðavöllum og það er hrikalega flott hérna. Mjög gaman að æfa og þjálfarinn er hrikalega góður. Hver eru helstu mótin sem þú tekið þátt í á þessu ári? Norðurlandamótið og heimsmeistaramótið. Og hvað gerirðu fyrir mót? Hver eru venjur þínar? Ég breyti matarinu í Álfuholt, ekkert sælgæti eða þannig og mæta allar æfingar sem er hægt að mæta á og gera mitt besta. Þú eru örugglega stressuð, skilst mér, held ég. Já. Hvað gerirðu stressunni? Bara reyni ekki að hugsa um það, reyni að hugsa um allt annað og reyni bara að tala, það fer það. Þú kepptir líka á Íslandsmótinu í Púmsi og áorkaðir miklu þar. Segðu mér aðeins frá því. Ég var nýbúin að keppa á heimsmeistaramótinu í Púmsi og ég var búin að æfa mig mjög vel, svo ég var mjög tilbúin og ég fekk 3 gull, 1 í einstaklings, 1 í para og 1 í hópa og var keppandi mótsins. Síðan er Norðurlandamótið. Kepptirðu því. Segðu mér aðeins frá því. Þetta er 3. árið sem ég keppi og þetta er 2. árið í röð sem ég er Norðurlandameistari í sparring og í ár fékk ég silfur líka í einstaklings. Síðan er HM. Hvernig finnst þér að keppa á stærsta teiknimyndamóti í heiminum? Það er geðveikt. Mjög góð reynsla. Hvernig kom til að þú kepptir 2 sinni á heimsmeistaramóti á sama árinu? Ég lagði mig fram bara í báðum greinunum og æði eins vel og ég gat. Hvernig styðji fjölskyldan þín í þessu? Hún skutlar mér æfingar, bara hjálpa mér og hvetur mig áfram.